Komið þið sæl og verið velkomin að Skjánum. Það er föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur og við ætlum að byrja að þessu sinna frekar alvarlegum nótum en þeir sem hafa fylgst með fréttum í vikunni hafa ekki farið varhluta af ástandinu í Afganistan. Og hjá mér í gegnum fjarfundabúnað er ég komið með góðan gest. Það er Birna Þórarinsdóttir sem er framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi og UNICEF stendur fyrir ákalli fyrir Afganistan. Vertu velkomin, Birna. Takk kærlega fyrir. Hvað er eiginlega til ráða? Hvað getum við gert þegar við sjáum þetta svakalega ástand sem hefur myndast út í Afganistan? Já, ástandið er ekki gott eins og við sjáum í öllum fréttatímum þessa dagana og það er áætlað að helmingur þjóðarinnar 18 milljónir manna og þar af 10 milljónir barna þurfi mannúðaraðstoð. Og UNICEF hefur verið á staðnum í Afganistan í 65 ár og er hvergi á förum. Þannig að UNICEF er á staðnum og hefur verið að vinna síðustu daga og vikur að því að tryggja að það séu neyðarbirgðir, bæði vatns- og hreinlætisvörur og næringameðferð gegn vannæringu út allt land. Og auðvitað hefur ástandið á jörðinni verið svolítið kvikt en UNICEF er að fylgjast mjög vel með öllu og á í viðræðum við yfirvöld í öllum héruðum landsins. Og er að tryggja að þá sérstaklega flóttafólk, það er 500.000 manna á flótta inn í landinu, að þau fái helstu nauðsynjar. Einmitt. Og það hlýtur að vera þrautin þyngri að bregðast við. Það náttúrulega skipaðist mjög skjótt þetta veður í lofti, ekki satt? Jú, það gerði það en það var samt... Það mátti sjá í hvað stefndi og UNICEF var búið að vinna ákveðna undirbúningsvinnu með því að tryggja dreifingu neyðarbirgða út allt land áður en aðstæður breyttust svona hratt. Og vegna þess að UNICEF hefur verið að störfum svo lengi þá hefur það átt gott samstarf við í rauninni alla sem stjórna í Afganistan og er núna bara í viðræðum við nýja valdhafa. Og þeir hafa sagt að þeir vilja hafa UNICEF áfram í landinu. Sums staðar hafa þeir beðið UNICEF að bíða með starfsemina en það er alveg ljóst að UNICEF verður þarna áfram og ætlar hvergi að kvika í því hlutverki sínu að sinna réttindum og þörfum kvenna og barna í Afganistan. Frábært að heyra. Og fyrir okkur sem að sitjum heima og upplifum okkur kannski að við getum ekki okkur langar til þess að gera eitthvað en vitum ekki endilega hvað við eigum að gera. Hvað getum við gert? Við getum öll lagt okkur á mörkum með því að senda SMS-ið barn í símanúmeri 1900 og þannig leggjum við 1900 krónur í neyðarsöfnun UNICEF fyrir Afganistan. Já, það er ekki flóknara en það? Það er ekki flóknara en það. Nei, einmitt. Hver verða svo næstu skref heldur þú? Næstu skref eru í rauninni neyðarviðbrögð áfram og svo þarf að skipuleggja til lengri tíma. Það er þurrkur í Afganistan ofan á allt annað. Það er COVID í Afganistan eins og alls staðar annars staðar í heiminum. Afganistan er líka eitt af mjög fáum ríkjum á heiminum þar sem enn er mænusótt. Börn er að fá mænusótt í Afganistan ólíkt nánast öllum öðrum ríkjum í heiminum. Og þetta eru ærin verkefni sem að UNICEF ætlar að ráðast í. Einmitt. Það er ekkert allir sem að gera sig grein fyrir því hversu alvarlegt ástandi er. Þú nefnir þessar hluti ofan á þessar miklu umbyltingar sem er að eiga sér stað í stjórnkerfi landsins. Já, það er óhætt að segja að í Afganistan sé krísa á krísu ofan, því miður. Og þá er verkefni UNICEF að tryggja börnum og konum grundvallarréttindi sín og sjá til þess að börn fái næringu og komist í skóla og fái þá heilbrigðisþjónustu sem að þau þurfa að eiga rétt á. Einmitt. Og þetta er náttúrulega sérstaklega sláandi finnst manni þessi breyting á stöðu kvenna í landinu á örfáum dögum í raun og veru. Já, það er ógnvænlegt og það mun bara ráðast hver raunveruleikinn verður. Ég held að það sé ekki ástæða til að vera mjög bjartsýn því miður þrátt fyrir fögur orð á síðustu dögum.
En auðvitað maður er vongur og við höfum allavega fengum á fimmtudag fréttir í gegnum fulltrúa UNICEF í Afganistan af því að börn hafa farið í skóla í suðurhlutum Afganistan og þar voru stelpur þriðjungur nemendanna í skólanum. Þannig að við vonum að réttindi barna og kvenna verði virt í hvívetna í Afganistan. Að sjálfsögðu, vonum auðvitað það besta og það er huggun að vita að UNICEF verður á staðnum áfram eins og þú segir og hafa verið undanfarið 65 ár, þannig að það verður engin breyting þar á og við hvetjum auðvitað alla sem að vettlingi geta valdið til þess að leggja þessari baráttu og þessu verðuga málefni lið. Takk fyrir það. Eins og ég sagði, það er bara að senda SMS-i barn í númeri 1900. Það er ekki flóknar en það. Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF, þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn, segja okkur frá svo gangi ykkur vel. Takk fyrir og takk fyrir mig kærlega.